Heilbrigðisráðherra, kæra samstarfsfólk, ágætu gestir. Velkomin á ársfund Landspítala 2023. Fyrir ári síðan hittumst við hér í Hörpu. Þá var vorið sérlega kærkomið eftir rúmlega 2 löng ár í glímu við heimsfaraldur. Ég upplifði á þeim tíma á vissan hátt blendnar tilfinningar fyrir framhaldinu. Einlæga von að faraldrinum væri lokið en óvissan var sannarlega til staðar. Að loknum ársfundinum kom starfsfólk Landspítala saman til að fagna vori og skemmst að minnast þess að stemningin var engu lík. Sá vetur sem nú að líða var okkur þó líka strembinn því auk veikinda af völdum COVID-19 þá herjuðu á landsmenn inflúensa og aðrar öndunarfæra sýkingar. En nú vetrarstormurinn yfirstaðinn, vorið gengið í garð á nýjan leik og við komum saman til að líta yfir farinn veg og horfa til framtíðar. Þema þessa ársfundar eins og komið hefur fram samskipti undir yfirskriftinni í góðum tengslum, fagleg samskipti í starfi Landspítala. Góð samskipti eru mikilvæg fyrir okkur sem manneskjur en þau eru líka hornsteinn í fagmennsku heilbrigðisstétta. Ef samskiptum ábótavant getur árangur meðferðar orðið lakari en ella. Góð samskipti eru jafnframt lykilþáttur í því að byggja upp traustan vinnustað. Fyrir nokkrum árum samþykktum við starfsfólk Landspítala samskiptasáttmála og í dag ætlum við að rifja upp nokkur mikilvæg atriði sem sáttmálinn innifelur og stefnum svo að því að vinna markvisst með hann næstu misseri. Loks höfum við í fyrsta sinn sett okkur samskiptastefnu sem nær til samskipta út á við. Við fræðumst nánar þessa þætti í þeim erindum sem á dagskrá fundarins í dag. Síðustu áramót tók gildi nýtt skipurit Landspítala og það fyrsti áfangi veigamikilla skipulagsbreytinga sem fyrirhugaðar eru. Megin tilgangur þeirra tilfærsla ábyrgðar og ákvörðunarvalds til stjórnenda í klíníska þjónustu í framlínu, að samhæfa starfsemina, að efla liðsheildina og þannig bæta árangur okkar við veitingu heilbrigðisþjónustu. Samstarfið við stjórn spítalans hefur verið með miklum ágætum en sú víðtæka reynsla sem stjórnarmeðlimir búa yfir mun án efa vera þýðingarmikil á komandi misserum. Fjallað verður nánar skipuritið og hlutverk stjórnar í myndbandi hér á eftir og ætla ég því að ekki að dvelja við það frekar nú. En ég ætla að fjalla nokkur af fjölmörgum viðfangsefnum í starfsemi Landspítala. Á mörgum deildum spítalans hefur verið mikið álag. Ber þar hæst bráðamóttökun í Fossvogi. Ástæðurnar fyrir þessu álagi eru margþættar og vissulega það svo að á bráðamóttökum víðast hvar í heiminum eru aðstæður oft erfiðar. Á Landspítala viðvarandi skortur á legurýmum fyrir bráðveika og birtingarmynd þess hver skýrust á bráðamóttökunni. Við höfum ítrekað bent á þennan alvarlega vanda sem ekki síst stafar af skorti á úrræðum fyrir fólk sem lokið hefur meðferð á sjúkrahúsinu en ekki fært að útskrifast til síns heima. Þar skiptir mest að uppbygging þjónustu úrræða fyrir aldraða hefur ekki verið í takti við þörfina. Stjórnvöld hafa gripið til ýmissa aðgerða en því miður hafa þær dugað skammt því verkefnið stórt og flókið viðureignar. Og ekki fer viðfangsefnunum fækkandi með fólksfjölgun og hækkandi meðalaldri ásamt geysimikilli fjölgun ferðamanna. Til að takast á við þessa stöðu þarf því allt í senn metnað, aga og framtakssemi. Til að bregðast við því óásættanlega álagi sem hefur verið viðvarandi á bráðamóttökunum lengri tíma, fól framkvæmdastjórn spítalans innlagnarstjóra að stýra innlögnum eftir vel skilgreindum verkferli. Þetta gert til að dreifa álaginu innan bráðaþjónustu spítalans. Sjúklingar eru lagðir inn á allar bráðalegudeildir þó rými skorti. Samhliða því að tryggja tímalegar útskriftir af spítalanum.
Lögð verður áhersla á að efla ferli þjónustu vegna bráðra og aðkallandi vandamála og bráðadagdeild lyflækninga nærtækt dæmi, en hana þarf að styrkja enn frekar. Samhliða vinnum við að öðrum umbótaverkefnum og má í því samhengi nefna stafrænar lausnir, svo sem ferli tilvísana, en einnig endurskoðun á vinnuskipulagi lækna og tilfærslu verkefna milli fagstétta. Það ekkert launungamál að þessi aðgerð getur í einhverjum tilfellum aukið álag á legudeildum sem eru fullar fyrir. En þetta enga síður mikilvæg aðgerð til að tryggja öryggi sjúklinga og dreifa álaginu. Þetta ekki óskastaða, en þetta staðan og við þurfum að vinna með hana. Innleiðing þjónustutengdrar fjármögnunar stendur nú yfir á Landspítala, en hún kallar á breytt vinnubrögð. Með þjónustutengdri fjármögnun standa vonir til að fjárveitingar verði í takt við afköst, auk þess sem sóst eftir auknu gagnsæi í rekstri stofnunarinnar. Þessi breyting á fjármögnun spítalans hefur lengi staðið til og stórt framfaraskref. Endurtekið hefur verið bent á nauðsyn þess að skilgreina betur hlutverk Landspítala til framtíðar. Raunar hlutverk spítalans nokkuð vel skilgreint í lögum og reglugerðum, en þrátt fyrir það hefur reynst erfitt að takmarka verkefni hans. Ég tel afar mikilvægt að aðrir þættir heilbrigðisþjónustunnar verði efldir til að koma í veg fyrir að verkefni sem eiga heima á öðrum þjónustustigum hrannist upp á spítalanum. Þetta ekki síst þýðingarmikið fyrir hlutverk Landspítala sem háskólasjúkrahús, en nýliðun heilbrigðisstarfsfólks til framtíðar byggir að stórum hluta á menntun sem Landspítali veitir. Öflugt vísindastarf mikilvægt fyrir þróun þjónustunnar, en einnig ein leið til að laða hæft starfsfólk til starfa á stofnuninni. Vísindahlutverkið hefur ekki verið ræktað nægilega vel á liðnum árum og unnið að því að styrkja vísindastarfsemi spítalans í samvinnu við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands. Í pólitískri umræðu hefur því verið haldið fram að Landspítali sé botnlaus hít, þar sem sívaxandi fjárveitingar hverfi jafnóðum. Að vissu leyti þetta skiljanleg afstaða, enda eru verkefnin óþrjótandi, rekstur spítalans gríðarlega flókin og víðfeðmur og verkefnin oft langt umfram það hlutverk sem spítalanum ætlað. En við búum líka yfir gríðarlegri sérþekkingu og sérhæfingu sem við erum stolt af. Við náum góðum árangri þegar litið til útkomu meðferðar, en það nægir þó ekki eitt og sér ef biðin eftir þjónustu löng og upplifunin ekki eins og hún ætti að vera vegna álags á starfsfólk eða slælegs aðbúnaðar. Nýverið var kynnt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára. Í henni kemur bersýnilega í ljós að víða stendur til að draga saman seglin. Það því bæði léttir og ánægjuefni hversu skýr afstaða tekin til áframhaldandi uppbyggingar nýs Landspítala við Hringbraut í áætluninni. Nýr Landspítali við Hringbraut mun halda fram að rísa fullum krafti og mun marka þáttaskil í veitingu heilbrigðisþjónustu hér á landi. Það í mínum huga óumdeilt. Við horfum með bjartsýni og eftirvæntingu til breyttra tíma, en leið áréttum við að spítalinn stendur nú þegar frammi fyrir miklum áskorunum í húsnæðismálum sem ekki þola bið. Það sem stendur þó spítalanum helst fyrir þrifum skortur á heilbrigðisstarfsfólki. En skortur á heilbrigðisstarfsfólki hefur ekki bara keðjuverkandi áhrif í allri starfsemi spítalans, heldur einnig út fyrir hann. Áskoranir við mönnun heilbrigðisþjónustu ekki sér íslenskt fyrirbæri. Hér eins og víða annars staðar skorturinn tilfinnanlegur í hjúkrun en einnig vantar starfsfólk í öðrum starfsstéttum og nýliðun í röðum ýmissa sérgreinalækna áhyggjuefni. Þessi veruleiki kominn til að vera og við þurfum að læra að fóta okkur við þær aðstæður sem að manneklu leiða. Við þurfum að ráðast í þær breytingar sem eru okkar valdi með viðeigandi stuðningi stjórnvalda. Nú stendur yfir vinna við skilgreiningu mönnunar viðmiða og endurskoðun á vinnufyrirkomulagi með það að markmiði að hver heilbrigðisstarfsmaður vinni störf þar sem hæfni, menntun og reynsla viðkomandi nýtir sem best. Þessi vinna fellur ekki alltaf vel í kramið hjá okkar ágætu fagstéttum
sem byggja á ríkum hefðum sem oft eiga sér djúpar og sögulega rætur. Í áratugi höfum við tekist á hvar ábyrgð einnar fagstéttar sleppir og önnur fagstétt tekur við. Við verðum að finna leiðir til að skipuleggja starfsemina á þann veg að hægt sé að veita sem flestum þjónustu í hæsta gæðaflokki. Það blasa engar töfralausnir við, en þó skref sem á taka og það ber okkur að gera. Við verðum óhjákvæmilega að skapa ný störf innan spítalans sem styðja við hlutverk okkar sérhæfða starfsfólk. Það líka í okkar höndum að byggja upp góða vinnustaðamenningu. Landspítali er fjölbreyttasti vinnustaður landsins. Á spítalanum starfa fólk af ólíkum kynjum með ólíkan bakgrunn og menntun og af 65 þjóðernum. Á Landakoti er rekin 16 manna deild, þar sem starfar, 16 rúma deild, þar sem starfar fólk frá 10 löndum, svo eitt dæmi sé að mörgum sé tekið. Þetta getur verið flókið, þetta getur reynt á, en þetta gerir spítalann líka að einstaklega spennandi og líflegu vinnustað. Menning inngildingar er mikilvæg í þessu samhengi. Menning þar sem við mætum hvert öðru og sækjum styrk í að vera ólík. Samskiptasáttmálinn er lykil þáttur í þessu tilliti og ný mannauðsstefna sem er í undirbúningi mun líka skipta sköpum. Það hvílir rík ábyrgð á okkur stjórnendum Landspítala en einnig á öllu öðru starfsfólki spítalans. Saman eigum við að byggja á því sem við gerum vel til að móta framúrskarandi vinnustað þar sem fólki líður vel. Kæra samstarfsfólk, ágætu gestir. Íslendingar vilja eiga öflugt heilbrigðiskerfi sem þjónar öllum íbúum jafnt og við viljum að Landspítali sé verður kjölfesta þess. Við búum yfir ótrúlegri sérhæfingu og sérþekkingu. Landspítali tekur ætíð við þar sem annarri þjónustu sleppir. Innan Landspítala eru unnin kraftaverk á degi hverjum. Hver og einn einasti starfsmaður spítalans hefur áhrif á þessa merkilegu vinnu. Kjarninn í starfsemi spítalans eru þið, starfsfólk Landspítala. Þið hafið staðið vaktina linnulaust fyrir alla þá sem hafa þörf fyrir ykkar þjónustu. Þið gerðu það í gegnum heimsfaraldur og þið gerið það enn. Saman getum við gert spítalan aðeins betri í dag en hann var í gær. Við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að efla spítalan og fá samfélagið og stjórnvöld til liðs við okkur. Kæra samstarfsfólk og aðrir gestir, ég hef starfað á Landspítala að segja allan minn starfsferil. Á þeim tíma hefur spítalinn gengið í gegnum súrt og sætt. Hið súra fær jú oft mikla athygli, en við sem störfum á Landspítala þekkjum best hver magnastarf er unnið innan spítalans. Ég lít bjartsýnn fram á veginn, meðvitaður að verkefnin verða krefjandi, en í krefjandi umhverfi að fást við flókin viðfangsefni, þar liggja jú helstu styrkleikar okkar Landspítala fólksins. Við lítum stolt öxl á það sem við höfum áorkað og með bjartsýni til framtíðar. Við ætlum að halda áfram að byggja upp Landspítala sem flaggskip íslenska heilbrigðiskerfisins og við ætlum að skipa okkur í fremstu röð á heimsvísu. Ég þakka áheyrnina.